Við erum stödd í Gunnarsholti á meðferðarheimilinu Lækjarbakka sem við erum núna bara á lokametrunum með að opna. Það er bara verið að klára síðustu listana og verið að græja og gera og undirbúa bara fyrir að við getum bara opnað. Þetta er allt að hafast og lítur vel út og þetta verður bara hið glæsilegasta meðferðarheimili. Á Lækjarbakka verðum langtíma meðferð fyrir drengi sem eru búnir að fara svolítið í gegnum kerfið okkar og eru svo komnir hingað vegna þess að það er talin þörf á frekari meðferð. Hingað koma strákar sem eru með fjölþættan vanda. Annars vegar getur verið með fíknivanda, hegðunarvanda og eru búnir að reyna önnur meðferðarúrræði, þannig að þetta er svona það sem tekur við í framhaldi af því. Við getum tekið við 6 skjólstæðingum í heildina. Við erum búin að vera að endurmennta okkur, setja alls konar námskeið, sækja okkur fræðslu, hvernig við eigum að nálgast einstaklinga, hugmyndafræði, aðferðafræði, skyndihjálp. Það sem við þurfum að hafa á bak við eyrað þegar kemur að svona starfsemi. Við bara svona reynum að fyrst og fremst að svona koma inn rútínu hjá einstaklingum. Við erum að koma inn skóla eða vinnu eftir bara sem við á og jafnvel bæði. Við erum með einstaklingsviðtöl, við erum með hópmeðferð, við erum að reyna að kynna þeim fyrir tómstundum og halda inn tómstundum. Svo náttúrulega bara ýmiss konar meðferð að vinna út frá okkar hugmyndafræði. Því meðferð er ekkert endilega bara að sitja og tala saman. Það er líka að vera úti og gera eitthvað. Við náttúrulega erum svo sem að þróa hjá okkur svona ákveðið útivistarprógram og við höfum hérna fallegt útivistarsvæði hérna í kringum okkur og sjáum fyrir okkur að geta náttúrulega bæði bara hérna í nærumhverfinu farið kannski með þeim bara í fótbolta eða eitthvað slíkt. En svo er náttúrulega hérna alveg nálægt ýmiss konar falleg útivistarsvæði sem við sjáum fyrir okkur að geta farið með á. Fjarlægðin frá borginni og öllu því freistingu, það hefur skilað sér vel. Við erum með opið úrræði, krakkarnir eru ekki læstir hérna inni hjá okkur. Að samanskapið það kannski ekkert endilega alveg frjálst að fara. Hér er meiri ró, hér er meira næði. Þetta er náttúrulega heimilegra. Hér búa í 6 mánuði. Þannig að við erum að reyna að skapa bara svona heimilislegt umhverfi. Þannig að þeim líði vel hjá okkur. Þetta sé svona eins lítið stofnanalegt svo má orðið komast, eins og hægt er. Þannig að ég myndi telja að þetta umhverfi hér og að vera fyrir utan höfuðborgarsvæðið skipti gríðarlega miklu máli. Til grundvallar í öllu okkar meðferðarstarfi er MI eða Motivational Interviewing eða áhuga hvetjandi samtal, eins og það heitir á íslensku, en við bara kjósum að kalla það MI í daglegu tali. Og þar kannski fyrst og síðast erum við að tala um MI andan sem að samanstendur af samvinnu, samkennd, samþykki og valdeflingu. Það er svona til grundvallar öllu því sem við erum að gera. Það sem við erum að gera í MI er að reyna að fá fram breytingar á þá einhverju hegðun. Og til þess að gera það, þá trúum við því í MI að við þurfum að finna þeirra innri áhugahvöt til að gera breytingarnar og reyna að virkja hana og draga hana fram. Við erum ekki að fara að búa hana til, heldur bara að ná í hana því við trúum því að hún sé hana til staðar. Og það gerum við með þessari samvinnu og ef einhver er í miklu viðnámi eins og við köllum það, þá erum við ekkert að fara að hjóla í það, heldur erum svolítið bara að dansa með það. Sko. Hvar getum við mæst á meiri leið? Þetta er aðferð sem er búin að vera í þróun frá því 1985 og er notuð nú í dag bara í næstum því öllu meðferðarstarfi hvar sem er í heiminum. Og er mikið rannsökuð og hefur sýnt sig að hún virkar. Við erum mynda til þess að aðstoða þá og mjög mikilvægt við getum sett okkur svona aðeins í þeirra spor, hvað er að koma og til þess að átta okkur betra að hvernig líður til þess að geta aðstoða. Og við getum alveg þó að við höfum kannski ekki formlega rannsókn á því að þá eftir að við innleiddum þetta fyrir alvöru á Lækjarbakka að þá minnkuðu allir árekstrar og við notuðum það sem við köllum time-out-herbergi eða neyðarrými, mun minna og það bara allt starf varð miklu, hvað á ég að segja, bara auðveldara, skemmtilegra, gleðilegra, meiri samvinna.